Klukkan orðin 5. Klukkan orðin 4 og þá hefst Veislan FM 95 blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og eins og alltaf að miðvikudum að þá situr á móti mér eitt fallegasti maður landsins, Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. Takk kærlega fyrir, þú ætlar að taka okkur klukkutíma en þú hættir við. Ég hætti við á síðust stund, ein ástæðan fyrir ég sagði 5, það var að því að voru 5 sekúndur eftir að læginu. Já, þetta eru eðlileg mistök. Mannleg mistök, við erum öll mannleg. Það er fárréttindi að fá að vera hérna í þessu stúdíói og með ykkur kæru hlustendur og ætlum við að launa ykkur hlustununa með stórkostlegum þætti í dag. Það er ekkert flóknara. Já, hvernig? Herru, við erum með innanlandskeppnina aftur, við erum með karaoke og það eru nýja reglur í karaokein í dag. Það var hlustandi sem að sendi mér á Twitter að það væri komin tíma að við myndum rappa í karaoke-keppninni. Já, ég set spurningamerki við það. Já, og við erum báðið svolítið hættu við það. Ég veit ekki, ég reyndar valdi lag sem ég hef heyrt mjög oft. Já. En svo var ég einhvern veginn að skoða textan á því áðan. Ég fatt að ég er búin að syngja þetta lag vitlaust núna í 5 ár. Já. Textin er svo miklu flóknar og erfiðar en ég held. Já. Þannig að þetta gæti farið bara í algjöra steypu Þetta gæti farið fyrir ofan garð og neðan. Já, þú tekur mér þess að eitt frægasta rappla af allra tíma. Já, ég ákvað bara að fara auðveldulegina í þessu. Já. Eitthvað sem að hringir bjöllum í mínu höfði. Já, það er Coolio. Það er nú þeim. Minn maður, hann Coolio maður. Já, hann var handtekinn í Vegas um daginn, en ég ætla að segja frá því slúðurinn hérna eftir. Já, ok. Já, en það verður slúðrið er eitt af þessum þéttsneisa fulla þætti sem við erum með. Já, ég veit að það er hellingur af fólki hérna úti sem að stillir inn eingöngu til að hlusta á slúðrið. Já. En það er það alltaf hrikalega þétt og gott. Og svo erum við með nýjandagsklúðið sem heitir Múðrið. Já, Múðrið verður hérna. Við erum líka með Hvað er klukkan sem er hrikalega vinsæl dagskrá. Sem er að slá í gegn. Já. Fólk er alveg gjörsamlega búið að tjúna sinn bara til að vita hvað klukkan er. Já, maður er reglulega að spurða. Það eru klukkan hvað ætli að taka klukku til ykkar í það. Já. Og það bara verður spennandi slíkt að spá hvernig við hendum klukkuninn. Svo erum við með veðrið á Silfurstað. Jú, rétt er það. Þetta er allir sem að Pétur Jón Sigfússon stjórnar eins og herfóringi og hefur gert vel. Já, þetta er bara mikilvægt að vera með puttan á púlsinum. Já, þú ert svolítið þannig típa, Pétur. Þú ert með puttan á púlsinum. Já. Og hefur bara verið það síðustu 10 ár. Já, og rúsínan í pilsuendanum. Já, hvort ertu svona meira? Ég er eiginlega puttarúsína. Já, í pilsuenda. Já. Þannig að það er mikið fjör hjá okkur strákunum. Hvernig er þessi vika búin að vera? Það er komið miðvikudagur, hún er hálfnuð. Já. Ertu búin að vera feskur? Er búin að vera mikið að gera hér? Hún hefur verið bara nokkuð góð, já. Bara svona upp og ofan, Upp og ofan? Þetta er bara svona hitt og þetta og það reynir bara svona að skila sínu, Er þetta bara ég, eða er þessar vikur, þetta er nettur Groundhog Day hjá mann alltaf. Þetta er allt eins, Ég var að hugsa það daginn, þetta er eitthvað, maður þarf að fara að hrista eitthvað upp í þessu. Þetta er, minnst eins og ég sé bara, svona flesta vikur eru eiginlega eins hjá mér. Og hvað langaði að gera? Ég veit það ekki, það er svo góð spurning. Hvernig getur maður hrist upp í þessu? Hlaupa inn í Hagkaup í Skeifunni og ryðja öll út úr hillunum þar og hlaupa svo út. Það myndi ekkert bjarga fyrir með vikunni, Ekki? Nei, það var gaman samt. Já, reyndar, það getur verið mjög skemmtilegt. Kannski þú værir í bleikum sundból. Þetta eru reyndar helgardar, þær eru svona mismunandi. Það eru mismunandi? Já, eins og næsta helgi þá er árshátíð á fyrirtækinu og svona. Já, hérna? Já. Það er nokkuð ljóst, ég mun ekki fara á aðra Tiesto tónleika, ég hef aldrei fengið mikið skít fyrir að hafa farið þarna. Sveppi bara, hann næri ekki upp í þetta. Fórstu á þá? Hvernig voru þeir? Þetta var alveg ágætt, Gott sound á þessu. Það kallinn alveg með soundi á hreinu. Hann bara með alla takka á hreinu. Lét hann flytja inn bunkan allan af einhverjum hátölurum. Já, einhverju ljósasjó eitthvað. Þetta er ekki mín tónlist, Tiesto tónlist, Nei, þú ætti ekki að diska með honum. Nei, ég er diska, ég get ekki nefnt eitt lag með honum, bara fyrir utan Bösta Ræmslæði. Þannig að þetta er ekkert alveg mitt kaffi, En mér finnst ekkert leiðilegt að fara og sjá þetta. Sjá hvernig lið er þarna. Já. Sumir í... Og varst að dansa? Nei. Þú dansaðir ekki? Nei, ég lét það vera. Nei. Ég var bara... En með hverjum fórstu? Ég og Steindi kíktum hann aðeins. Steindi Junior? Já, eftir að koma úr annarri veislu. Rólegur, hvað eru þið eitthvað að hanga saman? Rólegur? Rólegur gæðingur? Þú varst eignast bad. Ég verið að finna mér eitthvað nýjan til að hanga með. Já, bara eitthvað nýjan hengimböðri. Hengimböðri? Á hann ekki börn að Steindi Junior? Nei. Hann er að hitta barn, en hann náði það ekki. Er þetta vasspungur? Já, hann er náttúrulega, hann er ekki nema 25 eða 6 ára, Hann var aldrei í vísum aðeins. Hvað þá ég? Þú ætlar að fara að setja þessa press á hann. Hvað er þú orðið? Ég er 31 árs. Langar þig ekki að eiga barn úti? Jú, en svona, ég þurfti að... Þú getur orðið góður faðir. Þakka fyrir það. Ég þarf að fara rétt að leiði það samt, Hvað? Akkurru?
rétta leið. Á ég ætliða breyt? Nei, ekki ætliða, bara finna ykkur á skvísum þar og Já, ég að segja það. fá hana til að klára dæmið með þér. Já, það þarf að fara. Kláraðu dæmið. Já, með... SP fjármögnun. Við getum haft þetta bara sem dagskrálið hérna í FM 95 blöð. Já, ertu til í að klára dæmið með blöð? Já, eignast bad. Herðu, en það er reyndar eitt sem að við verðum nú að minnast á hérna. Já, við verðum að gera 800 barið brunnin. Og ef þú ert með þátt á FM 957 Já. og staður eins og 800 bar á Selfossi er brunnin. Hann er á Selfossi. Já, þá verðum við að kommentera á það. Þetta er FM 957. Guð minn almáttur. Ég veit ekki hvar Selfissingar djama núna, maður. Þetta er alveg skellulegt. Staðurinn ónýtur og ég veit að það er nýbúið að taka hann allan í gegn. Þannig að ég veit ekki hvar næsta Dirty Night eða skýrglíma eða... Rugl í gangi. Ég meina, hvar ætla fólk að taka staup úr naflunum einhverja skvísu núna? Getur þú sagt með það? Nei, set ég fyrir svörum hér? Nei. Það var ekki ég sem að gera þetta. Nei. Þú talaði með bara eins og ég hef verið þarna fyrir austan eitthvað að versnast. Með eldspýtustokk og bensínbrúsa. Þetta er svona ekta þú samt. Nei. Ertu að kveikja þér í rétt eitthvað svo enginn sjáu og svo allt í 800 bara brunnin? Já, bara sorry maður, hvað? Hvað gerðist? Herðu, getum við ekki fara með ykkur heim? Stendur einn að mökka, hvaða djöfus vissum við þetta maður? Það er ljótt að gera grína þessu maður. Ég veit, þetta er ömurlegt. Er ekki slökkviliðsmenn að ráða niðurlögum eldsins í þessum töluðu orðum? Já, en það gengur víst betur núna en þetta lítur betur út en það gerði fyrir 10 mínútur stendur hérna. Það eru sláandi fréttir. Já, það er verið að berjast við þetta og það er hárrétt hjá það, enda erum við ekkert að gera grína sig, ég er bara að segja hlustundur frá þessu. Já. Þetta er svona legendary bar held ég fyrir hlustundur FM 957, ég held að séu margir sem að fara á 800 bar og tekið eitthvað dirty night og eitthvað sko. Já, eða eldúsparti FM. Er það ekki alltaf þarna líka? Já, við þurfum bara að finna eitthvað nýja stað þá. Herðu, mikið fjör í dag og talandum við sem ekki ungir þá heitir þetta lag We Are Young með Fun. Já, þetta var Carry You Home Tonight. Frábært lag hér í FM 95 blöð. Við ætlum að vinda okkur í slúðrið. Slúðrið í FM 95 blöð. Það var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl. Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 blöð. Það er rétt að komið á slúðrinu hérna í FM 95 blöð og þakka fyrir þetta Pétur. Ekki vandamálið, kæri vinnur. Herru, ég ætla að byrja slúðrið á Sofíu Vergara, veistu hver það er? Já, var hann ekki að leika í grönnum? Nei, hún var ekki að leika í nágrönnum, hún leikur eins og er í þáttunum Modern Family. Leikur þar kólumbísku, hún er kólumbísk með þessi leikona og er að leika þar, kólumbíska konu. Hún er svona ung barmagóð. Já, barmagóð og er með eldri manni. Ég verði reyndar á vikuna, ég hef ekki fylgst nógu vel með þessu þáttum. Það er alltaf að tala með þessi og góður. Þetta eru stórkostlega þættir, Modern Family og eru eiginlega einir af mínum uppáhalds. Næ, alltaf að missa af þessu. Og það má eiginlega segja að Sofía Vergara sé svona kólumbíska Sigrún, kærastan þín. Já, er það? Barmagóð og er að hitta eldri mann. Herðu, ég ætla að segja ykkur smá slúður að henni. Ég vil fara mikla skammir í hatti núna maður. Já, hún sé barmagóð og hitta eldri mann. Þetta er bara hrós. Og satt. Já, og allt satt. Herru, já, og hún, allavega, þessi Sofía Vergara, hvernig sem maður segir þetta, Vergara eða eitthvað. Já. Hún er fertug og hún ætla núna að láta frista úr sér nokkur egg. Af því að hún er ekki tilbúin að eignast börn alveg strax, en væri hins vegar til í það eftir nokkur ár með kærastanum sínum og vill ekki taka sénsinn, þannig hún er að láta frista þau bara núna. Þetta er ekki bara ágætis hugmynd hjá henni? Já, jú, það geti bara vel verið. Hvað er hún gömul, segir við? Hún er fertug. Hún er fertug og á engin börn? Nei, jú, hún ávist einn 19 ára gamlan strák úr fyrra sambandi. Já. En frista hann bara líka? Já, hún ætlar að frista hann og hegginn. Já, hann vilstuðla. Já, en hún ennir ekki eiga núna og frista hann bara. Já, hann bara liggur hérna við hliðina á Walt Disney eitthvað þar. Já. En þetta er allavega Sofía Vergara, hann úr Modern Family og ef það er einhver að núti sem hefur ekki orðið á þess að þætti þá hvet ég ykkur til að kíkja á það því að þeir eru algjör snild með mínum uppáhalds í dag. Hún ætlar að frista á sér egginn, gott mál, við förum í næsta slúður. Næsta slúður og það er af henni Jessica Simpson. Það er mikið óléttu núna, það var mikið fasteignir daginn, nú er það óléttan og já, Jessica Simpson er ólétt og sérðu þessa myndina henni, það veist að ég get ekki sýnt hlaust um hana. Já. Það er svona eins og sé ólétt af bíl. Það er bara ekkert flóknara. Ég hef bara aldrei séð að bíl eða... Það talaði valega. Já, ég veit, eða hún gengur með sexbyrð eða eitthvað. Hún er allavega, hún er rosalega stór.
Já, hún myndarleg, sko. Já, hún alltaf myndarleg og falleg og geislar af henni þokki og... Það var að tala svakalega varlega svona í sambandi. Já, ég ekkert trúið mér. Ég veit allt það. Stíga bara alveg gjörsamlega á tánum, sko. Já, en konur verða svona mjög stóra þegar það verða óléttar, sko. En ég enda sagði stór, skilurðu. Já. En það sem að hún var að segja hérna við Ryan Seacrest daginn í beinni útsendingi útvarpsþætti hans sem að fær mig svona aðeins til að hugsa, við þurfum að fara meir út í þetta. Hún var að segja að hún búin að vera óstöðandi í svefnherberginu eftir hún var ólétt og segist sennilega aldrei á stunda jafn mikið kynlíf með manninu sínum og eftir hún var ólétt. Hver maðurinn hennar? Það einhver... Johnny Jameson. Nei, jú, hann ekki frægur, ég held að sé einhver Rúbíkur, sko. Einhver Rúbíkur? Já. Hann hefur orkuna, maður. Já. Hann hefur orku í svefnherberginu. Já, allavega, svo virðist vera eftir að hún var ólétt. Og hún vil meina að hún hefði aldrei fengið jafn mikið að fullnæðingum síðan og síðan að þetta... Stendur þetta í slúðrinu, Blöndal? Já, ég að taka þetta beint inn af The Sun. Já, þannig að, já. Þetta bara sem hún sagði við Ryan Seacrest, ekki drepa... Don't kill the messenger. Nei, ég ætlaði ekki að gera það með þessu skrítið bara. Já. Allt í lagi, ok, þannig að hún bara að standa sig vel, hún ólétt og hvenær á hún eiga? Hún á að eiga núna eftir mánuð, held ég. Og það stelpa sem á leiðinni. Stelpa á leiðinni, ein. Já, ein stelpa. 6 burar. Nei, ekki 6 burar, allavega stendur það ekki hér. Maður veit ekki. Gott mál, indislegt, við förum í næsta slúður hér. Já, næsta slúður sko, ég hefði ekki átt að enda þessu. Kim Kardashian lánaði litlu systir sinni fötin sín. Hvað bull þetta? Já, þetta inn á vísi.is eða það ákvað að skoða þetta eitthvað, það eru myndir að henn Blagangur Já, ég veit það. Lánaði litlu systur fötin sín. Já, nýstilni Kendall Jenner sem nýtur góðs af því að vera systir Kardashian systrana. Hún að fá lánuð föt frá henni og eitthvað og að vera að sína myndi, þetta ekki eins og slúð, þetta bara horfíður. Ég veit ekki okkur ég að lesa þetta. Skammast mig fyrir þetta. Já, þetta bara rugl. Þetta einhver kjóll. Þetta ekki eins og sláandi. Ég veit það, maður. Þetta einhver kjóll. Við verðum að hafa djúsi sláandi, menn. Já, þetta einhver kjóll sem að Kardashian var í 2010 en... Hún lánaði systir sín. Þetta alveg. Og hvað, fylgir sögunni hvað systir hennar var að fara að gera í þessum kjól? Já, hún einhverja tískusýningu. Jippi, maður. Já, en sko, svo eru myndir að þeim báðum í kjólnum inn á vísið ef fólk vil skoða það. Og þú veist, viltu vera í kjól sem að systir var í eitthvað annari sýningu og allir búin að sjá eitthvað? Ég held að þetta lið væri svo snobbað núti. Mér væri drullu saman, sko. Þetta allavega búið að rata hingað í slúðurpakkan hjá þetta við F9 blöma. Já. Það verður að teljast allavega fréttnæmt fyrir vikið. Já, það má eiga það. Já, þétt stútfullur slúðurpakki hérna hjá okkur. Hann búinn, eða ekki? Jú, þetta var slúðrið í dag. Mér fannst þetta kjóladæmið eiginlega best, sko. Slúðrið í FM 95 Já, þakka fyrir það. Það verður... betra efni hérna eftir smástund. Við erum að fara að keppa í rappi við strákarnir í karaoke-keppninni í dag. Svo erum við með innanlandskeppnina og svo ætlum ég að leyfa að heyra hérna rétt eftir, bara eftir þetta lag, leyfa að heyra rosalega talólskvæði. Ok. Bara að heyra hann eftir smá. Lightning í þessu lagi. Það er alltaf bara might as well be playing with lightning. Ég var komin í 60 okkar skiptið þegar ég hætti en að telja það, sko. Já. Þú varst að biðja mig að telja það? Ég veit ég má ekki segja þetta en mér finnst það viðbjóðslega. Ég bara misti töluna, sko. Já, ekki viðbjóðslega, ég segi það nú ekki. Þetta er svona hressandi en þetta er svona, mér finnst það alltaf bara eitthvað. Já. Gott mál, erum við stilt á FM 95 blöð. Já, rétt og... En svo sagðir á hana, þá ætlar að leifa mér og hlustendum að heyra einhverja magnaða síma. Já, alveg, þetta er ég með sem búin að gleyma þessu. Þarna kemur sterkur inn, Pétur. Já, ég hef gott minni. Já, og þetta er sko, talólskveðjan per se er kannski ekkert svo mögnuð, en jú, svona pínu, ok, þannig er mál við vegt að Páll Óskar er að koma enn tíminn á föstudaginn. Já. Og já, kemur sem gestur, ekki sem gestur kemur sem gestur og hann ætlar með þess að fíblast aðeins með okkur og eitthvað. Við ætlum að taka upp að með honum eitthvað. Já. Herðu, svo ætla ég að hringja í hann áðan og spyrja hann út í sko klukkan hvað hann kæmist, hvernig hann myndi henda honum best. Já. Og þá fekk ég svo skrítið símtal, skrítið talhólf og það hringdi ekki eins og ég ætla bara að leyfa þér og hlustundum að heyra. Nú er ég að hringja í Pál Óskar. Ok. Hæ, þetta er Palli. Ég er hættur að taka við bókunum út árið 2012. Já. Dagbókin mín er orðin troðfull og útkrotuð og ég get ekki og vil ekki taka við fleiri verkefnum. Þannig að, please, ekki byrja mig að gera neitt meira, sama hvað stórt, lítið
eða poggulítið verkefnið ég get það ekki. Nei, Svo hef ég ekki hlustað á það talhólf Heyrðu, það er svo að tala um börn. ár. Eru bara Þannig að krakkar að þýðir byrja að gera ekkert það? að gera það sem þessu kona segir. Lestu inn skilaboðin eftir hljóðmerkið. Hæ, Páll Óskar, þetta er Öddi Í FM 95 blöð og ég er hérna líka, ég heiti Pétur Jóhann og hann er grínisti. og við erum ekki að fara að biðja þig að gera neitt. Við ætlum ekki að Nei. biðja þig að gera raskat. Nei, þú átt bara að vera heima og slaka á. Því að við heyrum að það er rosalega mikið að gera hjá þér. Já, þökkum Páli Óskari kærlega. Þetta Leitaðu, er Palli. svaðalug. Ég er búin að skella hann. Já, þú ert búin að skella hann. Þetta er magna, sko, það er Já. 14. mars og gaurinn er að biðja fólk að hætta að hringi svo að biðja hann að gigga. Já, en hvað... Það eru sko, hvað eru, 9 mánuðir, sko, tæpir eftir af árinu. En maður ætlaði nú bara að bjóða honum heim í mat eða eitthvað. Þegar ég var einmitt að reyna að hringja hann bara til að tala við hann, þetta er bara gemsanúmer hans og núna þegar ég var að hringja, við vorum að hringja núna í beinni útsendingu Já. og ég vissi bara að hann myndi ekki koma svo að því ég er búin að reyna að hringja hann þegar ég svar fæ alltaf þetta Já, talhólf, þannig- bara hvað sé mikið að gera hjá honum Já. og talandi við mann eins og maður sé bara heftur á þroska og Já. en spáðu samt, við verðum að gefa Palla það er greinlega bara uppbókað hann ári ég er að spá að setja eitthvað talhólf hjá mér bara hæ, þetta er Öddi, ég er bókaður og það er kannski eitthvað 2 gig bókuð fram í tíman Já. annars er ég laus Þannig að ekki reyna 14. mars og... Já, ekki reyna 29. mars og 7. apríl, annars er ég klár. Já. En þetta, við verðum að gefa Palla, það er nóg að gera hjá hann. Hann verður hérna á föstudaginn, þá ætlum ég að ræða þetta við hann. Okkur að talhóla hans er svona eins og sé að tala við krakka, hvort það sé bara börnahringjan. Já, líklega. Já, en það, sko, það verður líka að gefa Palla, það er eiginlega engin duglegri í svona íslensku showbusiness og hann á eiginlega allt gott skilið, sko. Já, þetta er öfundi í okkur. Ég veit það. Nei, ekkert eins og öfundi, við vorum bara svona að tala hvernig hann talar. Já. En það styttist í karaoke-keppni FN95 blöð og já, segir Pétur því að það var maður á Twitter sem að skoraði á okkur að við myndum rappa þessu sinni og við höfum ákveðið að gera það. Það var að verða við því. Já, við ætlum að verða við því og það er sem sagt að rappkeppni hérna í karaoke-keppni hérna eftir þar sem að Coolio og Eminem fara að batla í þessu stúdíói. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur líka með innanlandskeppnin og fleira. Pétur á FM 957 Rétt spjall, eðlulegar og furðulegar fréttir 10 mínútna yfirtakan og að sjálfsögðu Topp tónlist Pétur Alla virka daga millir 10 og 1 í boði Taco Bell. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur Núna á Taco Bell Býtu, ég skilði þig ekki. Hægðu aðeins á þér. Heyrðu, stígðu nú á bremsuna. Já, ég skil, þú bara getur ekki stoppað. Þú ættir þá að notfæra þér fría ástandsskoðun á bremsum í mars hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota og 20% afslátt af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum. Já, ekkert að þakka. Hafðu nú hemil á þér. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir. Úrilla Górilan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða á 50-dagskvöldið. Úrilla Górilan og Heineken á kantinum. Ertu fermingabarn? Áttu fermingabarn? Þekkjurðu fermingabarn? Ertu að fara í fermingaveislu? Gefðu hambúrgara í fermingagjöf. Gjafabréfin eru seld á staðnum. Hambúrgarafabrikan. 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Hey boys, we gotta roll! Battlefield 3 kynir kvikmyndaviðburð ársins Act of Valor fór beint á toppinn í Bandaríkjunum Missið ekki af þessari frumsýnd 16. mars Hækkandi sól á himni og 500 milljónir í tvöföldum potti í Víkingalottóinu. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú færðu hleðslu frá MS með brómberjum. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Dílar.is í dag. 1 mánuður í Kempo Karate hjá glímufélaginu Ármanni á aðeins 3.990 í stað 8.000. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör.
Britpop kvöld á Kaffi Simpson í kvöld. Allir sem mæta með harðkúluhatt fá frían drykk. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simpson. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið. Alltaf svolítið á Pétur því að hann má fá það allt sem hann vill. Whatever you like. Allavega þegar ég er með honum. Hann er bara þannig típa að þú vilt allt fyrir hann gera. Ég fæ líka allt sem ég vil. Já, þú tekur bara það sem þú vilt. En það er tillökun í mínu hjarta núna. Já, það ekki? Já, við erum að fara í uppáhaldsdagskrárliðið minn. Er þetta bara dagskrárliðið? Já, heldur betur. Ok. Þetta eru sturlaðar staðreyndir í FM 95 Blö. Það er svo mikið sturlun og geðvík í þessu. Já, þetta kemur frá Insane Facts. Þetta er sturlað, en allt satt. Það er það magnað í þessu. Hvers konar buxur eru hrognabuxur? Nei, þetta er eitthvað sem ég las hérna. Sturlaðar staðreyndir. Já, ertu klár í sturlaðar staðreyndir? Já, ég er að verða það. Ertu að þykjast hlaka til að hlaka til? Nei, ég er ekki að þykjast. Ok. Bara 10 fingur upptökuð. Af því ég sá það á Sveppa líka í gær, hann er að fíla þetta í tætlu, sko. Mér finnst það frábært. Það eru æði. Það er gaman að því. Sturlu staðreynd nummer 1. Sturlu staðreynd nummer 1 að yfir 30% af karlmönnum í Bandaríkjunum eru með brátt sáðlát eða premature ejaculation. 30%, það finnst mér svolítið hátala. Það er ansi hátala. Já. Þetta er í Bandaríkjunum. Já. Hvað ætlum sé hér? Ég veit það ekki. Flokkast þú undir þessi 30%? Já, en bara hvaða dag sem er í vikunni. Allan ásins 24/7. Þetta er svolítið spennandi, eða ekki? Hjá mér? Já. Meinaru að, já, jú. Ástæðan fyrir því? Já, ég veit ekki, nú er ég búin að gera þetta nokkuð oftan. Spennan er kannski farin af þessu, en ég veit ekki hvað er að valda þessum. Nei, já. Kannski er ég bara alltaf svona spenntur eitthvað. Já, en ófeiminn segir þú okkur að þú flokkast undir þessi 30%. Já, ég held það. En ég meina, hvað erum við að tala um í tíma? Hvenær flokkastu sem... Það er þetta góð spurning, það stendur þetta ekki. Hvenær telst þetta sem ofljótt? Er þetta mínúta, 2 eða 5 eða... Já, mínúta, það telst mjög fljótt. 2 líka, eða ekki? Ég veit ekki. Þú veist, hvað eru menn að vasast lengi í þessu? Ok, ég meina... Við skulum hafa það alveg að hreinu að ef þetta er korter, þá er það náttúrulega bara búið að klippa það til. Þetta er bara gert bara í bíómyndum. Korter telst bara mjög gott, sko. Já, þannig að það er bull. Já. Það er bara, við erum ekkert að miða við það. Það er bara í bíómyndum. Það er ekki brátt allavega, skilurðu. Nei, og sá sem nær korteri, hann er að plata, sko. Sem nær korteri? Já. Nei. Jú, það er bara búið að klippa þetta allt til. Í bíómyndunum. Nei, það er allir ykkur af mönnum hérna úti sem að geta alveg stund að kynni við korter, Pétur, á þess að fá það. Það er þvæla. Það er mest að þvæla sig hirt. Það er engin að vera vast í þessi korter. Nei, mitt. Það er bara eins og fólk hafa ekkert annað að gera. En, þú veist, hvað gerir þið þá eftir þessar 2 mínútur? Er þið bara lagst á hliðin og tekið smókur, eða? Nei, hvað heldur þetta? Þú ert með góðan forleik og svona. Já, þú veist, ég meina... Allt í allt er þetta ná kannski, ég vil ekki minna að það sé eitthvað premature prelaxulation eða hvað þú kallaði þetta. Premature ejaculation. Relaxulation. Að það eru, ég myndi segja sko, allt fyrir neðan 7 mínútur. Já. Þá ertu í þessu premature ejaculation. Já, ejaculation. Já, það getur. En þetta var bara fyrsta sturlaða staðreyndin. Já, ég sökk mér alveg í hana, maður. Já, ég veit, ég sá það bara augunum að þegar ég las þetta að það var eitthvað hann sem kannaðist við. Herru, já. Gera könnun á þessu bara strax. Þá er það næsta sturlaða staðreynd. G-ið í G-streng stendur fyrir groin. Sem sagt, the G in a G-string. Já, groin string. Já, kannski ekki besta hérna. Groin, veistu hvað groin er? Já, þetta er hérna... Klof, eða nári. Já, þetta er eiginlega nári, sko. Þannig að þetta er eiginlega nára nærbuxur. Já, pínu. Takk, þetta er gott að hafa hérna. Þessi skvís er í nára nærbuxum. Já, var hún í nára nærbuxum? Já, hún var í nára nærbuxum. Nára nærbuxum, hvað er þetta reykja fyrir þitt? Svo er það hérna næsta stundlega staðarinn. Með nára nærbuxur. Í Emba á hótelinu... Elska konur í nára nærbuxum. Bleikar nára nærbuxur, það er alveg að kveiki í gallinum. Já, ástu við farið í nára nærbuxur. Já, nára nærbuxur. MGM hótelið í Vegas þvær yfir 15.000 kottaver okkur einasta degi. MGM hótelið í Las Vegas þvær yfir 15.000 kottaver á hverjum degi. Ertu ekki að grína? Sturla staðreynd. Þetta er rugl. Já, þú mátt giftast frænguðinni í Utah ef þú eru bæði eldri en 65 ára. Þú er náttúrulega bara hálf ógeðslegt. Samt ekki. Nákvæmlega. Að því var það svo gaman að þetta má. Nei, menn ok, allavega þekkist þið mjög vel, 65 ára, þetta er náskiltir. Já, en ég ætti kannski að hringja Ingu frænguðina, sýsti mömmu og eftir, spyrja hvort hún myndi vilja geta sem ég er 65. Já, það er bara alveg, já. Það er líka bara eitt fjölskyldmeðlum sem eftir að heyri í þessu þetta. Já, þá þurfum við bara að fara til Utah. Já, og láta púsa okkur saman. Nei, þetta er viðbjöður, finnst mér. Já, þetta er tæft.
hæft? Nei, þetta bara ógeðslegt. Förum við að tala náran Þetta svo það kanar eyða helmingi meira í klám á ári heldur en keks. Keks? Bara keksköku. Nei! Jú. Hvar finnur þessu steipu? Þetta insane facts. Svo það næsta hérna. Nei, við. Les þetta aftur. Les þetta aftur. Kaninn, hann eyðir helmingi meira í klám á ári heldur en keks. Bara bandaríkjamenn. Er að eyða meiri pening í klám? Já, en keks. Að kaupa sér klám? Eða búa það til? Já, klám og bara... Porn industry. Já, eyða meira í klám. Wow, heldur en keks. Já. En faldi strákar, við erum að bera saman hérna klám og keks. Hvort farið þér átta? Hvort erum enn að eyða meiri pening í keks eða klám? En ég minna ef ég spyr þig og tekur bara svona síðustu 3 mánuði, hvort eittur meiri klám en keks? Keks? Já, það er sama hér. Og það geðveikt mikið keks. Já, ég líka, ég elskar keks. Reyndar er það helsta í hendur hjá mig. Ég er yfirleitt að háma í mig keks. Sama tíma og ég er að bara horfa skoðan. Já, ok. Þá er það næsta staðrind. Það er meðal ökumaður stundar sexjónum kynlíf í bíl yfir ævina. Meðal ökumaður? Ég er að lesa þetta hægt. Það er þessi stafni. Þú ert að lesa þetta hægt fyrir mig. Meðal ökumaður. Hann stundar sexjónum kynlíf í bíl yfir ævina. Sturlu staðrind. Árið 19... Þetta er steipa, maður. Árið 1977 byrjuðu tennur að vaxa úr vinstri fæti á 13 ára strák. Viðbjörið það, maður. Hann er með tennur út úr vinstri fæti. Já, 13 ára greið, sko. Ég er með ljóta tær. En spáði ég að vera að kynnast einhverja stelp og það bara, hvað er þetta þarna? Þetta er stóra... Já, ég skil ekki, það byrjuðu bara að koma táin og tönnin í mér. Þetta er eitthvað skrítjast í mig, það byrjuði bara að koma tennur út úr þessu. Fleiri sturlaðar staðreyndir. Flestir geta klipið eins fastur vilja í skinnið á olbónum á sér án þess að meiða sig. Ég prófaði þetta núna aðan. Ég meiði mikið neitt. Ég er að klippa núna eins fast og ég get. Serðu hvað er að klippa fast? Já, ég meiði mikið. Nei. Flestir stóð líka. Meintirðu þig það? Nei, ég veit ekki. Ég með eitthvað annars sko, ég með eitthvað vörd. Nei, ég er að styrja. Varst að sprengja bólu? Nei. Herru, þú ert 1 sentimetri herra mótnara en þú ert á kvöldin. Sturlu staðreind. Þetta er lígi blöð. Nei, þetta stendur hérna. Það eru meiri líkur að þú deyir á leiðin að kaupa þér lottómiða en að þú vinnir í sjálfu lottóinu. Þessu trúi ég. Það er svona að spila því sjaldan í lottó. Já, svo deyir ekki. Já. Svo það síðasta, rauðir bílar eru ólöglegir í Shanghai, Kína. Vá, hvað þetta er frábær staðreind. Þetta er sturlun. Þetta voru sturlaða staðreindir dagsins. Vonandi höfðu ég gaman aðeins og Pétur Jóhann. Ég hef bara aldrei séð mann jafn hamingi saman. Rauðir bílar eru bannaðir í Shanghai, Kína. Ótrúlegt, það er komið að einu uppáhaldslæginu mín á stöðun í dag. Það er Magni með Hugaró. Það flott lag maður. Og verður flottara í hvert sinn sem er að heyra. Já, hann á samt aðeins að slaka á maður. Í sem Eurovision-keppnum? Nei, bara Magni maður, hann á bara að vera heima á sig. Hugsum þig, syngur Magni hérna. Það er Hugaró, þeir að hlusta á FM 95 Blöð og FM 957. Pétur Jóhann með mér eins og alla miðvikudag. En það er hins vegar orðið fullt stúdíó hjá okkur, óvænt. Það er komin til okkar gestur sem er nú kannski ekki sá frægasti sem hefur stigið fæti inn í þetta stúdíó. Samt. Já, hann situr einhvað síður ber og ofan hérna með, sítt og þykkt hár, ungur að árum og heitir, hvað heitir þið, Stefán Lárus Reynisson. Stefán Lárus Reynisson og hann er stattur hérna með týndu kynslóðinni. Já. Og er í áskorun, þú ert, hefur, sko, ok, svo ég komið með rétt að þessu, þá ertu fyrrverandi kærasti Kristrúnar Aspar. Mikið rétt. Já, og hvað ertu gamall? Ég er 20, 9 árin 20. Já, hvað er það nær, Magnan? 9 árin 20. Sama hún sagði við þegar þið byrjaði að hittast. Nei, herru, hérna, segðu mér rétt, ok, þú ert 9 árin 20. Þið komist framan á DFF þegar þið byrjuðu saman, ekki? Þú og Kristrún Ösp. Mikið rétt. Mikið rétt. Og þú ert sem sagt gaurinn sem hún hætti með að þú varst alltaf að leika í tölvuleikjum, ekki? Já, ég meina þetta levela sig ekki sjálft. Þetta levela sig ekki sjálft, segir hann. Það eru orða sönnu. Já, er þetta eitthvað svona World of Warcraft talið? Þetta var World of Warcraft, skilur. Ég er lengur hætti því. Já, varstu í World of Warcraft eins og Sverri Bergmann og frændi, vinni mínir? Já, mikið rétt. Hvað varstu? Battle Dwarf eða hvað varstu að gera? Nei, ég var Druid. Druid, já. Rogue og Mates. Er það ekki bara nóg? Level 80. Druid, level 80. Það er eitthvað svaðalegt. Já, ok, maður er ennþá að hrista hausinn af hverju hún hætti með Sveinandra en ég er strax búinn að átta með okkur hún hætti með þér. En hérna, ok, og það sem að þú átt að gera núna hérna sem sagt, í áskorun frá týndu kynslóðinni er að hringja í hana. Við erum að hringja hérna og nú bara vona ég að hún svari. Hún veit ekki að þessu sjálf, sem er kannski pínu ósangett gagnvart henni. Ég verð drepinn, sko. Heldur þú að vera drepinn? Við erum að hringja hérna í Kristrún Ösp og hún er ennþá með sömu hressandi hringinguna. Já,
Sömu? Já. Þú talaði ræðið þarna. Já, við erum búin að fá hana þrisa sem gest til okkar. Nú, já. Hún svarar ekkert, hún er sinna barninu. Já, einmitt. Já, hún er búin að eiga það ekki. Mikið rétt. Ok. Nei, hún verðist ekki alltaf svara okkur á þessu sinni. Þá ætlum ég bara að spyrja hérna að öðru. Fyrst hún ekki að svara. Er einhverja líkur að þú eigir þetta barn? Engar líkur. Engar líkur á því? Engar. Hvað er langt sinni þið hættu saman? Við hættum saman fyrir Valentínusdaginn, þetta fyrra. Já. Eða, þú veist, fyrir Valentínusdaginn, þetta voru svona einhver... Var þetta daginn? 2 vikur, þú veist. Í Valentínusdaginn? Þú varst búinn að kaupa gjöf og... Búinn að kaupa gjöf og... Er þetta tattoo sem þú ert með utan? Ertu búinn að tattoo vera hálsfesti utan þig? Já. Já. Þetta er bara svona til að koma í veg fyrir að maður séu gripinn ekki með hálsmenn, sko. Ég er búinn að eiga svo marga svona, þú veist, það slitnuð alltaf og... Já, ok, sem sagt, þetta er tengt þættinum hérna föstudaginn hjá Birni Braga og Þórinn og þeim, en hann situr hérna bera ofan og hann er með tattoo verið að hálsfesti utan hálsmenn. Af hverju tók ég með svona, Pétur? Sko, þetta er svona svipa og þú veist, maður myndi láta tattúera á sig bara sveppasósu af því að maður er alltaf að missa hana niður. Maður er alltaf bara, ég er alltaf með sveppasósu maður og bara fyrirbyggja það bara og láta tattúera bara andabringu og sveppasósu á sig. Já, en hann er með hálsfesti hérna bara alla bringuna. Ég ætla að taka myndaði og setja þinn á Twitterinn minn, ÖTB. Herðu, við náðum ekki að tengja Kristrún inn í þetta, en Stefán, hvað er þetta annars að gera svona í lífinu? Fyrstu þú hættur í World of Warcraft? Það er bara skólinn og gymmið, sko. Skólinn og gymmið? Herðu, þá bara segjum við þig bara stay in school og say no to drugs. Hann er ekkert illa vaxinn, þetta kvikinni. Nei, það má eiga það, hann er í topp formið hérna. En þú nærði ekki svona drótning, sko, það er sko Sveinn Andri, Dwight York og svo einhver nobody, þannig að nobody hlýtur að vera með eitthvað í lagi. Hanginn eins og hestur hugla. Sjáum náttúrulega ég er miklu kjötar en Sveinn Andri. Já, þú ert það. Ég sá líka, það kom fram á TVF eitthvað, sagði hann ekki, hann fær mig til að hlæja. Jú. Já, ok, þannig að þú ert fyndinn og skemmtilegur. Já, ég á það til. Já, samt kannski var það bara því að hún nýhætt með Dwight York og sá þig nakin. Var það kannski það sem til að hlæja, herru. Við erum hættir að stríða, það er svona þegar þú kemur sem gestur hingað, við ætlum að fá auglýsingar og svo er það karaoke-keppni F95 Blöð og við erum að fara að rappa og það er líka innanlandskeppnin sem að gengur út á það að hringja í fyrirtæki með grínrötu og gera ekki bara langt. Takk fyrir komuna. Í endurgreiðsluleik Orkunnar eru vinningshafar tilkynntir á föstudögum í þessum mánuði og stóru vinningarnir 300.000 króna inneignarkort eru dregin út í lok mánaðar. Fylgstu með á Facebook eða orkan.is. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góða línubát? Löllabáta. Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða á 50-dagskvöldið. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Ein af ástæðum þess að Dominos er mest selda pizza á Íslandi er svo að viðskiptavinir Dominos treysta því að allt hráefni í öllum pizzum Dominos er fyrsta flokks og umfram allt ferskt. Dominos býður upp á meiri gæði. Dominos 58 12345. Páll Óskar á NASA laugardaginn 17. mars. Sérstakir gestir, Blár Opal. Sjáumst á NASA í brjáluðu stuði með Bacardi Breezer. Já, Sigvaldi, á ekki að horfa á leikinn á 50 daginn? Nei, það er ekki séns að United vinni 2-0 út í velli. Ekki séns? Sigvaldi, á 50 daginn rennur upp stundin sem barnabörnin þín munu spyrja um. Þau munu spyrja, afi, hvar varst þú þegar Giggs brunaði upp kantinn í Bilbao? Afi, sást þú þegar Rooney skoraði? Sigvaldi, að vera United maður er að gefast aldrei upp. Því þeir geta skorað hjá okkur í fyrirleiknum, en þeir munu aldrei, ég segi aldrei geta tekið af okkur seinnileikinn. Sigvaldi, það er þessi dagur sem skiptir öllu máli þegar hver United maður verður að gera skyldu sína og tryggja að við komumst áfram í þessari bannsettu Evrópudeild. Fyrir Ferguson, fyrir frelsið, við munum sigra! Athletic Bilbao, Manchester United, 50 dag klukkan 17:50. Smeltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og 25% afsláttur af öllum GSM aukalutum. Skoðaðu úrvalið á símin.is eða kíkt í næstu verslun Símans og mátaðu. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Í dag er svokallaður ofurdagur á stöðinni. Stöðvarborgari, kjúklingasalat og allar tegundir af panini á 349 krónur og franskar á 99 kall. Já, hérna. Þarna auðvelda ég að velja kvöldmatinn. Stöðin. Kaup
Kauplaup hefst á morgun í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í Kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst, Smáralind. Britpop kvöld á Kaffi Simsen í kvöld. Allir sem mæta með harkúluhatt fá frían drykk. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simsen. FM 95 Blö er í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Mér finnst það eins og það hrikalega flott. Þetta er Childish Gambino með Heartbeat. Þetta er, það er eitthvað svingar í þessu maður. Þetta er bara, þetta er örugt. Já. Þið eru að hlusta hérna á FM 95 Blö og FM 957. Hann er farinn frá okkur, hann Stefán hérna. Já, stór einkennileg heimsókn. Já, þetta var mjög skrítið, mjög óvænt en þetta var semst, þetta er fyrir kærasti hennar Kristjónar Aspar. Já. Og já, hann saði hérna ber ofan, ég var að tala við ykkur, hann væri búinn að tattúvera hálsfesti á sig. Já. Þið getur farið inn á Twitterinn minn ÖTB og séð mynda því þar því að, já, hann lefði okkur að smella mynda þessu. Þá getið þið svona ímyndað ykkur hvað var að gerast hérna á hann. Já. En annars, það er hress strákur svo sem. Já, hress og fallega brúnn og vel vaxinn. Já, já. Skilja svona vel að guði gerður. Fínasta blóð, en það er eins og að komið að karaoke-keppni. Karaoke-keppni FM 95 Blö. Já, og já, ég held að flestir hlustendur okkar þekki leikreglur. Við syngjum lag í karaoke og svo ringið inn og fyrstur upp í 5 atkvæði hann vinnu keppnina og staðan er 5-3 fyrir Pétur í heildina. Smá press á mér þetta. Þetta manst þú. Já. Þessu var ég búinn að glemma. Já, ég hefði þátt að segja 5-4. Þú tók síðast og rólaði mér upp síðast. Alveg rétt maður. 5-3 og það var ungu maður inn á Twitter sem skoraði á okkur að rappa í dag. Já, frábært. Sem er hættulegt. Það er ansi hættulegt. Já. Ég hlusta svo lítið á rap. Þá hef ég alveg gaman aðeins. Þú valdi samt eða lagi sem ég hefði valið, svona lag sem maður hefur heyrt oftast, en ég reyndar mikill M&M maður og valdi eitt M&M lag, en ég er samt svolítið hrættu við að, já, ég er búinn að vera að syngja þetta lag reynilega vitlaust í svona 5 ár, en þetta er samt að reyna það. Já. Vilt þú byrja þessu sinni eða? Já, ég skal byrja. Ok, þá er Pétur Jóhann fyrstur og hann er með lag með Coolio. Ég þarf að koma yfir til þín eða? Já, hvað þau? Já, bara eins og alltaf. Já. Og þetta er lagið Gangsta's Paradise og þetta er lag sem þú har heyrt mjög oft, Pétur. Hvernig, eitt sem ég langar að spyrja þig, af því að ég veit ekki betur. Sko, það kemur svona, þú veist þarna, kapli í laginu sem allir syngja svona. Já, á ég syngja með í því eða? Já, syngdu bara með því. Já, ok. Herðu, þá er þetta er karaoke-keppnin, Pétur er fyrstur. Ert þú klár, Pétur? Já, ég er klár. Ok, þá er bara ekki eftir neinu að bíða. Það er Pétur Jóhann Sigfússon með lagið Gangsta's Paradise með Coolio. Reyndar finnst mér svolítið skrítið að setja að syngja lagið Gangsta's Paradise og klikkar á að segja Gangsta's Paradise. Þú sagði bara Gangsta's Paradise. Nei, ég sagði Gangsta's Paradise. Ha? Ég sagði Gangsta's Paradise. Ég er endar, þú komst mér óvart. Ég setti hendina svona til að búa til svona effekt. Já, þú hummar þetta svolítið. Nei, textinu var alveg, kom allur. Okay. Hann kom allur sko. Ég er náttúrulega svolítið hrættu með það. Þetta er bara svo hrætt út, það er það sem ég er hrættu við. Það er með textan hérna sko, því að ég er búin að svitna svo mikið að ég er rennandi blöyt, bólurinn er blöytur. En það ert í vinnunni hérna. Ég hef ekki svitnað frá því ég byrjaði bara hjá þessu fyrirtæki sko. Nei, þar til að byrja að vinna í þessu þetta. Ég ætla að taka M&M og lagið Lose Yourself. En það er allt öðru í senn ég held en ég ætla að reyna. Það er svona hratt líka. Pétur með Gangsta's Paradise og þá er það bara hérna.
Veistu það, ef ég vissi ekki betur þá held ég að væri M&M. Já, einmitt, þessu var helviti góður þér. Þú ert alveg að, veistu það, þú lýgur því. Þessi áskorun var ekkert send hér inn. Þú hefur bara búið hana til. Strókuleg sjálfur heima hjá þér í Garðabænum og Samu og svo bjótt. Svo þú búin að æfa þig á svo lagi alla vikuna. Ég sverða það svo er ekki. Já, einmitt, hvaðan kom þessi áskorun? Inn á Twitter. Þú kunnir þetta lag út og inn, maður. Þegiðu. Hvaða svindler? Já, við fengum þessi áskorun hérna með. Og svo ég svo belli á svelli svo þú bara Reds. Þú varst gjörsalega með Coolio. Þú æfði þetta í allan dag sjálfur. Þetta var bara við æfðum þetta frá 3 til 4. Ekki saka með svind, Pétur. Þú varst þetta með mér. Ég er ekki að saka með svind. Ég er rattlaus hérna. Mér heyrist þú hafa hlustað á þetta lag. Já, það er að ég sagði þér, ég dýrkaði þetta lag fyrir 4 mánuð síðan, þess vegna valdi ég. Ok. FM 9 fyrir blöð, góðan daginn. Daginn. Já, góðan daginn. Herðu, ég ætla ekki að auðinni aðskoða mér. Já, það kemur mér ekki á óvart. Hvað segirðu? Pétur söng nú betur sko, en hann bara ekki gott lag. Já, það var ekki gott lag. Ég fæ þetta fyrir M&M. Ég valdi vittlust lag. Já, takk kærlega fyrir það. Ég er að gefa mér atkvæði fyrir að tekja erfæra lag, held ég. Það er nefnilega mjög algengt. Maður sér það oft í Idolinu, sko. Já. Að þau eru alltaf að segja choose the right song, man. Don't play it safe, dog. Og hann er bara þessi hlustand. Ertu þarna þá? I don't know, man. That song was too safe for me. Já, hann er farin að línni. Ok, þetta er rétt hjá honum. FM 9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, blessaður. Blessaður, hvað segir við? Pétur var aðkvæðið mitt. Pétur var aðkvæðið mitt. Miklu betri. Hvað segir þú? Miklu betra lag. Ekki miklu betri. Yeah, man, yeah. M&M lagið og það er mjög gott. Já, svaðar. Það er æðilega ræti. Já, ég veit það. Þetta er rappað þetta. Endi, Já. ég ætla bara að láta vita, ég ringi á Sauðárkróki. Já, ok, það er og gefur Pétur aðkvæðið þitt. What the fuck? Herru, ég er fættur á Sauðárkróki. Já, reyndar, hann er skaffringur líka. Gefum hann það. Herru, ég beð heilsa krókin. Bæ. Já, eitt grjótu harður á rúndunum sem að Pétur aðkvæðið, þetta er eitt. FM 95 blöð, hver fær þitt aðkvæðið? Það er náttúrulega alveg klárt að það er Pétur. Það er alveg klárt? Já, það er klárt. Þetta var bara eins og þú er að fara með veðurfréttina, sko. Já, einmitt þetta. Þetta er svo herrið lag. Hann gerði þetta reyndar fanta vel, þú getur ekki neitt á. Já, jú, reyndar. En skildur alveg textan og svona hjá mér? Já, mjög skýrt fram. Þetta var mjög skýrt, sko. Já. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir þetta, menn. Herðu, þá er það næsti hlustandi, FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Skaffist atkvæði og Blöndal. Djöfull er ég ánægður með þig, maður. Já, þarna kom alvöru skaffist atkvæði. Og ætlar að hafa þetta spennandi. 2-2, takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Herru, þá er það næsti hlustandi staðan. 2-2 mikil spenna í karaoke-keppninu þessu sinni. Hörguspenna. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Herðu, auðvitað er það bara auðvitað, sko. Djöfull er ég ánægður með þig, maður. Já, ég meina, þetta var bara eins og væri hann á klósetti að raula. Já, maður meina að muldra þetta bara, sko. Já, ég meina, halda utan mækinu, hvert. Já, hvað taka svona... Ég veit að betur það, ég haldi að hann væri bara mættur að syngja. Hvað sagði það? Það er alltaf að ég væri mættur á. Það er bara mættur á dollinu að syngja. Já, það er rétt í þér, ég kannski gerir það næst. Já, hvernig væri það? Það verður ekki mikið verður en þetta. Nei, það er rétt í þér. Herru, takk hérlega fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir. Ok, herru, staðan er 3-2. Nei, mér finnst þetta flott í þér. Nei, ég er að meina bara þessi áskorun að þurfa að taka þessi svona rapp. Að syngja þessi lög, já, ég veit þetta viðbjör. Ef maður myndi stíga á svið í karaoke klúbb. Það myndi aldrei rappa. Taka svona lag, það er náttúrulega bara út í kú. Nei, það var komin tíma okkur nýtt hjá okkur. FM 95 blöð, góðan daginn. Jú, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæri vinnur? Það er Pétur sem fær mitt atkvæði. Pétur fær þitt atkvæði, staðan á 3-3, það er spenni í þessu. Takk innilega fyrir þetta. Takk fyrir. Hann heldur mér inn í þessi. Já, 3-3 mikil spenna, báðir búin að rappa FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Jæja. Hvað segir þú, skusa? Það er Öddi. Þarna þekki ég þig. Öddi. 4-3, ég er einu atkvæði frá því að minka þetta í 5-4. 4-3, maður. Þetta er mest að spenna okkur í langan tíma. Þetta er svaðalega spenna, sko. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Takk. Ok, það er já, Gæti orðið úrslita atkvæði. Ég ætla ekki að, ég geti þetta ekki. Hvað segir FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, kæri vinnur? Ég segi Brodín. Nei, ekki, Brattur. Jú. Hver fær þitt atkvæði? Það er Pétur. Hanskotin sjálfur. Hann hangir inni, maður. 4-4. Takk fyrir, menn. Takk hérlega fyrir þetta. Minn maður. Herðu, þarf að vinna með 2.
Nei, þarf maður að vinna með 2 eða ef að þið 5-4, skilurðu, hvernig það var það? Það er bara sigur maður. Það er bara sigur. Ok, þá er spurningi, hvort það velja 7-7-2, 6-7-5-8 eða 7-7-2-5-6. Ég tek hann hægra meginn. FNÍ fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég verð bara að segja þér. Já. Hann Pétur alveg rosalega. Alveg bóka. Trús ekki, maður sjá, ég ætla að skella þennan og heyra hvað þessu þess að ég hefði að velja FNÍ fyrir blöð. Ötti, þú ætlar að velja þetta. Ég trúi ekki. Ég tók hægra óýbarast að maður. Þú klúraði þessi gössa með hana. Ói, hvað ég skeita á með hana maður. Það er 5-5, þetta er bara tæ. Nei, það má ekki, þú vannst betur. Þetta er bara 5-5. Nei, þetta er auktið sko. Herðu, takk hérlega fyrir þetta önnur. Ég skeita á mig í viðurkynna. Ég var að spá ít á þessa línu, ít á hina og las með þessu upp þetta númer. Hilsaði Pétur. Þetta er í fyrsta skiptið Blöndal sem að karaoke-keppnin fer svona svakalega spennandi. Já, þetta var jafnræðið með liðunum hérna núna. En veitu, 5-4, þetta er súrt sko. Við erum eiginlega að tjekka sko hvar þetta hefði, skilur við, það þarf að innsigla. Já, nei, já, ok, viltu... Ég bara, þú veist, til að aðtöða bara, þú veist, þú hefðir fengið næsta... FNÍ fyrir blöð, góðan daginn. Þetta er bara happrætti úti. Halló. Hæ. Góðan daginn. Hver er það fengið þitt atkvæði? Pétur. Já, ok, þá ertu búin að innsigla þetta. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir ykkur. 6-5 í framlengingu, fáum Ed Sheridan Lego House. Fáránlegt að ég skulle hafa náðs. Svo er innanlandskeppnin innan rétt bráðum, en þá er það bara á undan hvernig er skellt. Ed Sheridan, fertugur og leikur sér ennþá með Lego. Það er búið sér til Lego hús aðnast strákurinn. Ég er að jafna mig eftir rosalega karaoke-keppni, tapaði 6-5 fyrir Pétri í bráðabanna. Einn mesta spenna sem hefur verið í þessari karaoke-keppni. Það er greinlega svona svipaðir raparar. Já, ég held að þetta hafa nú bara verið heppni. Nei, það er mjög verðskulda. Þú ert svo tough on yourself. Einhvern veginn, þið finnst þið aldrei verðskulda velgengni þína. Þetta var bara vel gert við þér. Já, ég held... Það ætlar að segja, já, ég er aumingi. Nei, ég meina, þetta er rétt hjá þér. Ég verðskulda ekki velgengni. Verðskulda ekki, okkur? Mér finnst það bara ekki. Nei, það vitið það. Ég er að stríða þér. Kæru, hlustendur. Heyrðu, nei, þetta er bara, you win some and you lose some, son. Yeah, that's just the way the cookie crumbles. Það er nú bara einu sinni þannig, blöð. Það er bara þannig, við ætlum að fara hérna í auglýsingar og svo er það innanlandskeppnin, þar sem við þurfum að hringja fyrirtæki með grínfrættu og við hringdum í gistiheimila þessu sinni. Já. Og þetta er mjög erfitt en þið heyrið afraksturinn hérna á eftir. Komdir í form með Subway, úrval heilsubáta, vefjur og salut er innihaldaðin 6 grömmar fitu eða minna. Subway í fínu formi. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Funk-kvöld með DJ Michael. Stór á 550 og allir í stuði. Kaffi Simpson. Hey boys, we gotta roll! Battlefield 3 kynir kvikmyndaviðburð ársins. Act of Valor. Fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Missið ekki af þessari. Frumsýnd 16. mars. Fyrrverandi handboltahetjan Drífa Skúladóttir er sjálfstætt starfandi dískuhönnuður og hún ætlar að taka þátt í sjónvarpsþættinum Hanna fyrir Ísland á Stöð 2. Hvernig mun henni ganga? 1 milljón króna og gott starf hjá 66 gráður norður er í boði. Hanna fyrir Ísland hefst miðvikudaginn 21. mars. Fáðu þér áskrift inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það er 66 gráður norður sem færa þér Hanna fyrir Ísland á Stöð 2. Móttumarsbólirnir fást í Dogma. Að hverjum seldu móttumarsból renna 1500 krónur til Krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og móttaðu upp í Dogma. Ertu að fara í ferðalag? Kíktu í næstu verslun Símans og gríftu bílhleðslutæki fyrir gemsaðinn á 25% afslætti í dag. Magnaðir miðvikudagar með Símanum í mars. Til að auðvelda þér vala á kvöldmatt vil ég benda þér á ofurdag á Stöðinni í dag. Allir okkar vinsælustu réttir, panini, kjúklingasalat og stöðvarborgari á 349 krónur. Stöðin. I'm not an idiot. I know that you're going to have friends over. Burn kynir. And my car is off limits. Project X. Líkkuðustu grínmynd ársins. Never had a shot at. Dibs. Bráðum sömu og færð okkur hangover. There's a little guy in the oven. Want some of this? Project X. It's time to shut it down. Frumsýnd 16. mars. Prýtaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is og kláraðu dæmið. Prýtaðu þig. Núna. hraðpenningar.is.
Fullfermi af fermingarbúnaði, spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. 433.is, glæný fótboltasíða, opnar á föstudaginn. 433, alltaf í sókn. Kauplaup hefst á morgun í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst, Smáralind. Ég er að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að dagskrárliði sem við vorum með í síðustu viku líka og heitir innanlandskeppni, eða þetta er eiginlega gengur út á það, þetta er Ad með grínrödd. Já, mikilvægt að það sé grínrödd. Já, og leikreglur eru bara einfaldar, bara grínrödd og reyna að láta leggja á sig sem fyrst. Já, reyna að láta skella á sig. Já. Við ætlum að hringja núna á beita öllum brögum. Já, við ætlum að hringja núna eitthvað gistiheimili með hótel í bæ. Já. Hótel í bæ. Hótel í bæ. Hér er hótel í bæ. En hvernig það, erum við að fara að nota á ég var með sömu rödd á síðast? Ha, hvað segirðu? Já, sko, ég er svo lélugur í þessu. Já, þú mátt alveg nota sömu rödd og bara hvað sem er, sko. Ég er ekkert betri í þessu heldur en þú. Það var eitt sem bendi mér að þetta hefur svolítið líkt Jóta hjá mér. Hótelherbergi þar. Já, röddin hjá þér í fyrra, í síðustu viku. Já, hörru, já, ok, þetta verður... Skjóta það. Já, þetta er óþægilegt, en... Á að vera óþægilegt. Ég veit það, á ég ekki bara að byrja? Jú. Herra, þá ætlum ég bara... Tjekka hérna, þetta er Hótel Selfoss. Það má tala ensku líka. Nei. Má enska leifilega? Já, þið. Ég get ekki... Hótel Selfoss, góðan dag, Nína. Hello. Halló. Hello. Ég þarf að banta hótelherbyggi. Já. Ég þarf að banta strax. Ha? Ég þarf að banta strax. Hótelherbyggi er það. Og hvað dag? Í morgun ég helst. Í? Ég þarf að... Hvað er það? Halló? Ég get ekki planta. Það er maðurinn. Halló? Hún er farin. Hún er já, ok, hjúkjætt maður. Þú varst komið með 3 raddir. Ég sé það enni á mér, þú varst komið liður illa á maður. Vítum mamma að breyta bara. Nei, ég var bara að reyna að sko. Ég byrjaði bara að hlæja af því að ég vissi ekki hvað rödd ég ætlaði að vera með þegar hún svaraði. Ógeðslega óþægilegt. Ég er alltaf feginn, ég er búinn og þá er komið að aðalgrínkallinum. Nei, þetta er Jóhanni. Hvað setja mig svona maður eitthvað maður? Þú ert meistarinn í þessu. Nei, ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta maður. Jú, taktu þennan. Geðu þetta reiðan, maður sjá. Herðu, þá er þetta 5. Þetta er sent. Þetta er hótel líka. Akkur því þessari stellingu. Nei, þetta er bara... Kallið minn sittur svona. Vinsamlega bíði. Ok. Hótel Plaza? Já, góð, blessa, daginn. Góð daginn. Fyrir ekki, ég er ekki hvað þú segir. Hvað er á þetta að vera? Ég er nú ennþá minna í þig núna. Hvað er á þetta að vera? Ég er að bata á heimiki. Þetta var heimiki. Þetta var heimiki. Það er ekki verið heimiki. Hvað er það? Undblóttu var. Ég er einhvern veginn aðstæða þig. Það bata ég að þetta var heimiki. Og það var ekki verið að vera í hotbakkan. Hotbakkan í heimikinu var. Þetta er front lobbyið og ég gef það saman til bókunum til. Það var ekki verið að vera. Halló? Halló? Já, það var í þetta var heimiki. Ég gef það saman til bókunum til. Það var törú í að vera verið. Halló? Halló? Hvað er hann búinn að leggja á? Halló? Nei, er það? Í hvað hann leiðilegum maður?
ætlaði að gefa mig sambandi á aðra deild og gerði það ekki. En það var hrikalegt, veitu. Nei, ég grét úr hlátri. Já, en þú vannst þetta. Nei. Hún lagði fyrir á þig. Það var það málið? Já. Já, ok, þá ætlum ég ekki að vera að kvarta. Þetta var hrikalegt. Svakalega dóðhægilegt. Já, þetta Ói, maður. Það skildist ekkert hvað það að segja, þess vegna skellt hann ekki á þig strax. Já, ég veit að maður, þú veist, þetta var grínrönd. Já, þetta var grínrönd. Þetta verður að vera augljóst. Ég veit það. Það eru keppnisreglur. Það eru regluna. Já, þú veist, ég gæti alveg, eitthvað svona. Já, þú átt endalaust að röddum. Ég meina, þessi er ekkert augljós. Þetta var allavega innanlandskeppnin að þessu sinni. Já. Nýja reykja grasirninni, en við erum having fun. Og já, það sanna það þarf ekki alltaf að vera gras eða áfengi svo að fólk geti skemmt sér. Nei, bara góðu kaffibólli. Já, bara góðu kaffibólli og hoppin í FM 957 stúdíóið. Já, það er orðað sánum með. Já, en Snoop Dogg og félagar með Young, Wild and Free, flott lag og svona, það er svona sumarstemming í þessu. Já, það er svona, maður kemst í pínu sumarfíling á þessu. Já, það er svona, þetta er eitthvað sem maður á að vera að raula með bara að sumri til að keyra til Akureyrar eða eitthvað. It's a summertime. Summertime. It's a summertime in the lendi. Talandi það, þá held ég FN95 Blöð sé í beinni útsendingu, já, á Akureyri, ekki núna fyrst en heldur næsta, en komum betur að því síðar. Já. Það er eins og að komið að því að gefa bíómiða. Já, við erum svolítið búin að klúra lífið okkar hér í dag. Já. Heiðar Austmann var með eina skipun fyrir okkur þegar við fórum hérna í loftið að vera á tánum og gefa bíómiða og við erum ekki búin að tala einu sinni þessa bíómiða alveg frá því fórum í loftið fyrir 1,5 tíma síðan. Þið sýnir bara hvað er búið mikið að vera hjá okkur. Já, við bara steinglemdum þessu. Já, mikið að vera, já. Þetta eru miðar á kvikmyndina Project X og þetta gildi líka í Burn Partyið strax eftir bíómyndina. Já. Þannig að fólk getur farið í bíó og svo beint í eitthvað Burn Party og... Hvenær er þessi sýning? Þetta er partymynd, hún er sýnd núna föstudaginn 16. mars í Sambíónum í Kringlunni. Föstudaginn 16. mars? Já. Já, það er núna næsti föstudaginn og já, Pétur, við ætlum að hafa smá reglu, við ætlum að láta fólk, það þarf að svara spurningum tengdum 70 mínútur með eitthvað öðru til þess að vinna miðana. Það er svo leiðilegt bara eitthvað, já, lókaður í miða, já. Þannig að við skellum, þú vinnur ekki miðan og þú getur svarað sér rétt, þú ekki hafa það þannig? Jú. Þannig að tengja sem flesta hlustendur inn í þetta, smá spurningakeppni kringum þetta líka. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, hvað segir þú? Bara fínt, sko. Það ekki? Jú. Herru, þið langar í 2 miða á Project X. Já, það er til í. Já, þá þarftu að geta svarað einni spurningu. Já. Hver af þessum 3 er elstur? Sveppi, Simmi Vil eða Jóhannes Ásbjörnsson? Sveppi. Það er rámt, því miður. Herru, takk fyrir að hringja samt. Já. Ok, herru, þá, já, léttist þetta aðeins, FN95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, hver af þessum 3 er elstur? Sveppi, Simmi, Jói? Jói. Nei, það er rámt. Herru, takk hjá þetta. Ekki mál. Ok, herru, já, við ætlum ekki að gefa meðan að fólk sværi rétt, það er bara nýja reglur hjá okkur. FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, hver er elstur af þessum 3? Simmi, Sveppi, Jói? Simmi. Það er hárrétt hjá þér, hvað heitir þú? Ég heiti Úlfar. Úlfar? Svakalit og harður, auði. Já, er þetta ljótt eða? Nei. Nei. Herru, ok, Úlfar, hvað svon? Stefansson. Stefansson, herru, viltu 2 miðan? Já, það kan verið. Það ekki, ekkert einn í bíó og partí. Nei. Ekki Úlli Stefáns. Nei. Úlli Stefáns verður ekkert einn í bíó, sko. Úlli verður ekki einn í bíó. Herru, takk fyrir að ringja og þú átt 2 miða bara einn upp í Skattalí. Takk fyrir það. Ok, takk fyrir það. Hvað finnst þér ekki að hafa svona spurningar til að vinna með hana? Það gefur líka fleiri séns sem er að reyna að ringja inn. Myndi ætti að fara bara, vera bara með gátu, sko. Nei, það tekur ennþá meiri tíma, sko. Það ég meina... FN95 Blöð, góðan daginn. Þessir. Herðu, við erum með smá spurningar til þess að geta unni miða í bíó. Og, já, á myndina Project X, ég ætla að spyrja þig, hvað verður Pétur Jóhann Sigfússon gamall á þessu ári? Hann verður gott núgur. Já, það er þetta hárrétt hjá þér, hann á stóramæli. Stórmáli? Já. Er það að tala um bara 40-50? Hann er ykkur 50, eða 40 ára. Hvað sagðir þú? Hvað skýtur á? Hvað skjóta á, drengur? 45. 45, það er rámt, því miður. Þinn sjálfur. Herru, takk samt fyrir að hringja. Takk fyrir. Ok, herru, hann skaut á 40. Hvað verður það, 40, 50? Herru, hvað verður Pétur Jóhann gamall á þessu ári? Hann verður ferstuðu, kallið. Það er hárrétt hjá þér. Herru, þú heitir? Ég heiti Geir Hansson. Hvað segir þú, Geir?
Geir Hansson. Geir Hansson, maður. Geir Hansson, það Rándís nafn, maður. Já. Geiri Hans. Geðslega, töff nafn. Geiri Hans með miða fyrir 2 á Project X, maður. Já, sæl og blessuð, ég heiti Geir Hansson, maður. Hvað er það stundu GH? Herru, já. 1 GT fyrir GH? Það er 1 þannig. Já, ég fíla það. Herru, þú bara mætir feskur upp í Skaftíli og sækir miðan á Project X. Herru, gera það. Takk fyrir það. Takk fyrir. Herru, já, Pétur, nú mátt þú stjórna næstu spurningu. Nei, ég ætla að vera með því ég hef með einhverja svakalega langa gátu hérna. Það er reyndar, það gengur ekki. Nei, það gengur ekki. Þú ert bara með einhver svona létt og þægilega. Þetta er ekki til að spyrja hérna. FN9 fyrir blöð, góðan daginn? Nei, þú ert með þetta, maður. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ok, þá höldum við bara áfram að tengja þetta við 70 mínútur og það. Já. Herðu, hvað voru keppnir út margir diskar besta á 70 mínútum? Það voru ekki 3 diskar. Það er hárréttur og þú heitir? Ég heiti Hjalti. Hjalti hversson? Jóhansson. Hjalti Jóhansson. H.I.J. Já, H.I.J. Er þetta að leika sem með það? Veistu þú hvað Pétur er gamall? Já, ég ætla að segja 40, sko. Já, það skotið á það. Já, ég hef skotið á það. Það er ekki skotið á 30. Það er hæpi. Já, það er hæpi. Herðu, þú átt 2 miðið upp í Skaftíli. Herru, frábært, hvernig væna á það? Bara 1 kvöld eða? Nei, bara á morgun. Ok, takk hérna. Takk fyrir. Herðu, við eigum eftir að gefa, það eru 2 í viðbót sem komast þetta inn og að nefna þér svarið vitlaust. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað heitir þú? Ég heiti Daniel. Daniel, herðu, það eru smá spurningar til þess að vinna með það. Ok. Hvað hétu síðustu 2 strákarnir sem kom inn í strákana? Síðustu 2? Já, komu nýjir á seinna árinu. Strákarnir sem kom inn í strákana þáttina. Það var sem sagt, það er Sveppi, Öddi, Pétur og Hugi og svo komu 2 og voru með okkur síðast árið. Getur þú nefnt hvað þið reytaði? Ég það bara fyrra nafni. 2 miður á Project X í boði. Það er allavega ekki Tómas og Skúli. Nei, ef það hjálpaðar eitthvað. Þú getur vingsað það út. Það er burtu með Tómas og Skúli. Það er að nota útilókunar á þetta maður. Já. Ertu tómur? Ég er svolítið tómur núna, sko. Herðu, þá var ég að taka næsta fyrirgeðu þetta, kallið minn. Já, ok, bye. Ok, bye. Herðu, FM95 blöð, góðan daginn. Ert þú með svarið? Hvað hétu síðustu 2 strákarnir? Gunni Samloka og Atli, hana, eitthvað. Hárrétt hjá þér. Þetta er rétt hjá þér. Hvað heitir þú? Það er Eyþór Bragi Einarsson. Eyþór Bragi. Eyþór Bragi Einarsson? Já. Já. Er það ekki rándýrt nafn, eða? Ég meina, þetta er ekkert Geir Hansson, en þetta er flott. Jú, eða þótt þið? Það er ekki jafn haft og Geir Hansson, ég veit ekki hana. Nei, ég veit ekki hana, en Eyþór, jú. Eyjarinn, maður. Flottur, herru, þú bara kemur upp í Skaftíli og segir mig það til að mikið við það. Ok, takk hérna, bye. Herru, hann var ekki sáttu við að nafni hans var ekki Granít Hart og Geir Hansson. Jú, það var Granít Hart, maður. Já, þetta var þetta mjög gott. Herru, það var síðustu 2 miðarnir. Ég hef nú bara búið með spurningar en FN9 blöð, góðan daginn. Ertu með einu viðbót? Já, við finnum einhver eina. Herru, við erum með spurningar úr 70 mínútum á strákunum upp á miða fyrir Project X og ég ætla að spyrja þig ég hef ekki bara hendið inn í skítléttri bara klára þetta, gefa þessa með Eitthvað að skítlétta bara. Já, bara eina skítlétta. Hvernig var gallinn hans ofurhugalitin? Það er Guðlaugur og Svartur. Það er hárrétt, já, hvað heitir þú? Þessi var Skúli Ragnarsson. Skúli, hvers von segir þú? Ragnarsson. Skúli Ragnarsson. Ég hef samt skotið að Pétur væri 25 ára. Þarna þekki ég þig, Skúli. Þarna bergar þú deginu fyrir Pétri. Út að borða með, Skúli. Bergar ég deginu, maður, já. Það er ekki líka, bara með það líka, maður. Já, PJ og Skúli félagarnir saman á Ítalíu, bara pizza og rauðvín. Það er fátt skemmtilega heldur en að fara með Pétur Jóhann í pizza og rauðvín. Það er strax á öðru glasi þá byrjar hann að verða rosalega rauður í framann og finnst allt skemmtilegt og byrjar að hlæja með sama hlátur honum með núna og það er fátt skemmtilegra. Getur ekki tekið bara hæðina frá, eða? Hvað segir þau? Við tökum hæðina bara frá á Ítalíu. Já, nákvæmlega. Látum hrifsa fyrir okkur hæðina og... Þannig að fólk sé ekki að trufla okkur. Og förum inn á bakvið líka. Já, inn bakdýra meginn, maður. Það eru náttúrulega rosalega margir þannig sem eru fyndnir sem að vilja að reyna að vera eru svona ekkert fyndnir þeir eru að djamma eða í kringum fólk. Pétur er akkurat öfugt. Þegar hann er búið með 2 rauðvínsklöst þá vil hann allir hlæja sér þannig að þú myndir ekki tappa þig fyrir út að borða með honum. Ég trúi því. Herru, en bara takk fyrir að ringja og þú á 2 miða og getur sótað upp í Skaftíli. Ok, takk. Takk hérna. Takk fyrir. Herru, þá erum við búin að gefa miða á Project X. Þessi mynd er sýnd í Kringlubíói á föstudaginn og er frumsýnd um allt land held ég í sambíónum. Og við erum sammála um að Geir Hansen var... Já, Geir Hansson var með dýrasta nafnið. Geir Hansson. Sveimi það, þetta er ekki 4. Hansson bróðurinn. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur að vörmespori. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott.
Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða á 50-dagskvöldið. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Við hjá Dominos leggjum höfuðáherslu á hágæða hráefni. Sem dæmi notum við ekta íslenskan mozzarella-ost og ananas sem liggur í náttúrulegum safa. Þetta er lítil sönnu þess að Dominos býður meiri gæði. Dominos 58 12345. Verðhrun í Outlet 10. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Outlet 10. Faxafinni. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Taktu þátt í Toppleik Kókapuffs og þú getur unnið ferð fyrir 4 til Euro Disney fjölda annara vinninga. Allar frekari upplýsingar á kokapuffs.is. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day, laugardaginn 17. mars. Vinalegasti dagur ársins. Komið og fagnið með okkur. Kaffi Amor. Roadhouse-borgarinn er búinn að slá í gegn. Kíktu við á Roadhouse. Snorrabraut 56. Viltu sjá leikinn í dag? Þú færði viku áskrift að Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2 hjá 10.11. 10.11, alltaf opið. Britpop kvöld á Kaffi Simsen í kvöld. Allir sem mæta með harkúluhatt fá frían drykk. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simsen. X2, við tippum. Hljómsveitin Hjálmar ætlar að taka þessa trommu, fá sér kærustu en fara samt ekkert allt of hljóðlega af stað á tónleikum á Factory næsta laugardagskvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 og kostar 1500 kall inn. Factory og Hjálmar, góða stundir. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia. Lakkeról, slættir úr körullanum. FM 95 Blö á FM 95. Ég með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarna líða hjá. Svo bjart er að sást og ég missa allan nóg. FM 95 Blö á FM 95 við Pétur Jóhann Sigfússon verðum með ykkur til 6 í dag. Það er eins og komið að stórkostlegum dagskrárlið sem er gríðarlega vinsæll og ég veit að það eru margir að núti sem að hlusta eingöngu til að heyra þennan lið. Þetta er liðið sem að Pétur Jóhann Sigfússon sér og hann heitir Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum við. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Já, komið þið sæl og velkomin í dagskrárliðin Hvað er klukkan? Ég er stjórnandi dagskrárliðarins, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Skemmst frá að segja, klukkan er akkúrat að staðatíma hér á Íslandi 17:46, 37, 39, já, 17:46 er klukkan. Við segjum þetta gott hérðan úr klukkunni og það kom fyrir okkur í bili Öddi. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Já. Vildur eitthvað við þetta bæta? Nei, þetta er bara, ég minna þessi dagskrárlið kengur út á það að segja hvað klukkan er og hún er, já, kortir í 6. Já, þetta er svolítið öðruvísi stíl heldur en til dæmis Heiðar Austmann myndi gera þetta. Já, hann myndi bara segja, veist, hann myndi bara kynna inn eitthvað lag og segja í leiðin eitthvað klukkan. Hann myndi ekki gefa þessu... Klukkan er rétt að verða vinn. Já, mér finnst þú gera þetta mjög fagmannlega. Hún er bara 17:46. Já, og þú... Það er reyndar orðin 17:47 núna. Svo ertu líka fyrir veðrið það eftir? Já, sem er nú ekki seinna að vita. Nei. Hvernig er veðrið úti? Já, við fáum að vita það hér betur á eftir. En ég ætla að segja þetta Pétur örstuðt frá manni í Bandaríkjunum, í Massachusetts. Já. Og já, hann er núna, hann er orðinn svolítið þreyttur að bíða eftir ástinni. Og þetta er maður sem að vinnur í blómabúð og er víst gríðarlega rómantískur eðlisfari. Já. En hann er núna að bjóða fram $1,000 sem að gera 126.000 cirka held ég.
Íslenskar krónur? Já, fyrir, þann sem að finnur ástina fyrir hann. Og þetta búið að svínvirka því að nú eru yfir 50 konur sem búið að læna upp fyrir hann til að hitta. Þetta einhver svona maður sem greinilega þekktur að í bæjarfélaginu, býr í svona litlum bæ í Massachusetts. Og hvar búið að læna upp þessum konum? Inn á vefsíðunni marydave.com. Mary Dave? Já, og ef að til dæmis segjum að þú þekktir einhverja konu. Já. Og myndir hugsa með, þetta verður nú örugglega fín stelpa fyrir Dave. Já. Þú myndir kynna þau enda á að vera par, þá myndir þú fá $1,000. Vá. Já, þetta eitthvað sem maður mætti alveg bara taka hérna upp á Íslandi. Já, það margt kjánalega heldur en þetta maður. Já, til dæmis Bachelor-keppnin, hún kjánalega en þetta. Þetta svona léttar og þægilegra. Já, þetta kannski... ég væri til í aðra Bachelor-serju. Vera með eitthvað svona rándýran Bachelor í þáttunum. Og svona sjá nýja serju. Það er alltaf svo skemmtilegt þegar það er eitthvað svona íslenskað eins og þessi þættir. Já. Eina sem hættulegt, ég held að ástæðan fyrir til dæmis það verður ekkit úr þessum pörum eftir þáttinn, er að því í þættunum eru allir að slumma alla þarna og svo horfið saman á þættina eftir þau eru kannski búin að hook up. Aðdragandinn er eitthvað sveittur. Já, hann er svolítið svitalikt á honum. Þetta er svona bara, það er eins og menn séu bara svona pröfukeyra bíla. Eins og séu að fara að kaupa sér bíl. Nákvæmlega. Og bara, þetta er konaðinn. Mér finnst eitthvað kúplingin eitthvað slæmt, þá er kannski búin að fara í sleik við eina sko. Hún finnst eitthvað skrítið að fara í sleik við hana og þá er hún bara off. Svo fer hann í sleik kannski við 4 eða 5 aðrar þetta er ekki alveg málið maður og eitthvað, svo er ein alveg, gott að fara í sleik við þessa maður. Gefa henni rós. Já, svo ganga þessi þættir alltaf út á það að finna réttu konuna. Já. En á einhvern undraverðan hátt virðast það alltaf svona enda með stelpunum sem þeim fundust, eða sem þeim fannst flottust í byrjun. Já. Svona sætust. Svo eins og þú segir, situr þetta fólk, komið orðið par, horfa saman á seríuna. Já, og stelpan ekki búin að sjá allt, skilur. Já, hún er bara, kistiru þessa þátt. Varst í sleik við þessa líka. Það er eins og parið sem komið úr íslenska Bachelornum. Það er enda gaurið, það var einhver aðn úti sem að þekki þann strák eða með númer hans, það við endilega senda mér á Twitter, því að það er strákur sem ég var til að tala við. Já. Svona spyrja bara hvað hann er búin að vera brasa eftir Bachelorin. Já. Íslenska? Já. Það endar því miður fundu þau ekki ástina. Þau hættust nema saman, varstu. Hvað segirðu? Þau hættust nema saman, já. Já. Það væri gaman ef við myndum ná í hennar gæja og vera með Badda Rugl í saman þætti. Bara hvað er að frétta Badda Rugl? Baddi Rugl, ég veit nú bara hvað er að frétta honum. Ég hitti hann dag, hann er á kafi í veitingarekstri hér í bæ, hann á Buddhabar og fullt á stöðum, það er alltaf hér eftir að kallin. Nei, hann flutti á Egilsstaði og drósi bara úr Sviðsljósinu, eins og hann orðaði þetta. Já, er það? Já, hann vildi bara fara þangað og fá sér fullsatan að þessu. Já, hann vildi bara slappa af og komast aðeins úr Sviðsljósinu og hann var þar í eitthvað tíma og svo kominn aftur núna til Reykjavík with a bang, sko. Hvað er þetta maður? Voðalega er ég utanveltu hérna maður. Já, þú veit ekki neitt og frétt ekkert. Þetta er svona þú ert bara heimaskiptum bleiur. Já, ekkert á netinu. Já. Það er voða lítið á netinu. Það veist ekkert hvað Baddi Rugl er að gera, en ég hins vegar verð að viðurkenna það, þó ég sé með sko puttan á púlsinum, en ég veit ekkert hvað íslenski Bachelorinn okkar er að gera. Nei, það væri gaman að komast í sambandi við hann. Já, en herru, við ætlum að fá núna lag með One Republic sem heitir Secrets og svo ætla Pétur Jón Sigfússon að segja okkur hvernig veðrið er. Ekki missa því. Já, þetta lag, gamla góða. Axel, mér finnst þetta mjög flott lag. Uppáhaldslegið mitt. Já, góða minningar að þessu lag. Ekki One Hit Wonder því að þeir áttu þetta líka Apologize og fleiri lög. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem klúðraðist illilega síðast en vonandi Pétur Jón Sigfússon á tánum í dag. Þetta er dagskráliðurinn. Kíkjum til veðurs í FM 95 Blöð. Hvernig veður úti? Hvernig er veður úti? Ég veit ekki. Spáðu þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljós. Það er félag húsasmíðameistara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blöð. Það er rétt að félag húsasmíðameistara og Pétur Jón Sigfússon, ertu að einhvers staðar? Já, komdu þarna blöður og komið þið öll sömul og velkomin í litið til veðurs. Skemmst frá að segja, ég er nú komin út. Jæja. Komin út og... Bæði svaraðir og ert ekki á klóstunni, þetta er... Hvað er þau? Þú bæði svaraðir... Já. Og ert ekki á klóstunni, þetta er alltaf smella. Já, hvað láta bera við nýjan tón hér í dag. Já, ok. Og komin út og veður er nokkuð skaplegt á höfuðborgarsvæðinu okkar á þessa stundina. Svona, létt góla. Ok. Létt góla og býttu, maður sjá, ekkert svo kalt, sko, það er svona einhver staðar í kringum frostmark, sko, ég geti trú að væri plús, samt.
Já, ok. Já. Eru að dansa þetta ykkur blúsinn? Það er engin snjór eða neitt, sko, þannig að fólk sem sko, vill kannski fara út í göngutúr að fá nú tækifæri. Það er aðeins að bæti vindin samt núna einhvern veginn. Já, og það er að hversam þegar þú ert í dagskráraliðnum. Já, en þetta er ekkert til að hræðast neitt. Það að gera bara að kíkja eins út og að létt skóla og bara þægilegu vindur, eða svona heisur vindur. Þarna var einn að flauta. En hvernig verið krakkana? Hann er ánægður með þetta. Já, hvernig verið krakkana? Er pollagalla veður eða? Nei. Það er engin rigning, allar þurrar götur og létt skíðað og bara bong og blíða með ástíma, myndi ég segja. Glæsilegt, þá heyrið það, kæru hlustendur. Greinilegt, veitu, svo er ég að kíkja hérna, það er nú tré hérna fyrir utan, sko. Já. Það er komið svona grænir, það er komið aðeins grænt á trén. Jæja, er að vora. Já, veitu. Nú veðrið annar staðar á landinu, það er bara dálítið fyrir það fólk sem að býr annar staðar á landinu að finna út úr því. Og bara kíkja út. Pétur. Og þá kemur fljótt í ljós þegar að menn eru kannski stattir annar staðar eða stattur kannski á Patreksfirði. Þú veist menn er bara að drulla sér út? Kíkja bara út og þá finnur þú fljótlega þegar þú kemur út hvernig veðrið er. Já, þetta er ekki flóknara. Nei. Þá ekki að þurfa Pétur til að segja þér það, en klukkan er að vera 6, Pétur, ég þakka að kjalla fyrir daginn. Hvað, ætlar að kveðja mig núna? Já, klukkan er að vera 6, við erum að kveðja. Herru, já, þá segjum við þetta gott að veðurfréttum í bili. Ég þakka einilega fyrir mig og verðu með veðurfréttir aftur á sama tíma eftir viku. Takk fyrir mig, Vili, verið þið sæl. Já, og takk fyrir þáttin í dag, Pétur, og ég vil þakka ykkur kæru hlustendur fyrir að hlusta í dag. Bóra, virkilega gaman hjá okkur Péturi, vonandi höfðu þið gaman að. Við Hjörpi K verðum mættir þetta morgun á 50. Já, bæði með nýjan dagskrálið, ásamt því að við heyrum í Brjánibreka, flottulega-keppnin, Töðhotnið, þannig að það er nóg að vera hjá okkur strákunum á morgun. Þannig að, já, eins og ég segi, vonandi höfðu þið gaman að og við heyrumst á morgun frá 4 til 6, en Rikki G er hérna rétt og mættur í stúdíu og takk vel á móti honum. Bara, heyrumst á morgun. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er í fullum gangi í þessum mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða, may Orkan vera með þér. Orkan. 1909.is Fljótt, já. Gott, ó já. Roadhouse. Snorrabraut 56. Já, Sigvaldi, á ekki að horfa á leikinn á 50-daginn? Nei, það er ekki séns að United vinni 2-0 út í velli. Ekki séns? Sigvaldi, á 50-daginn rennur upp stundin sem barnabörnin þín munu spyrja um. Þau munu spyrja, afi, hvar varst þú þegar Giggs brunaði upp kantinn í Bilbao? Afi, sást þú þegar Rooney skoraði? Sigvaldi, að vera United maður er að gefast aldrei upp. Því þeir geta skorað hjá okkur í fyrirleiknum, en þeir munu aldrei, ég segi aldrei geta tekið af okkur seinnileikinn. Sigvaldi, það er þessi dagur sem... Bilbao, Manchester United, 50 klukkan 17:50. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og þá breytast aukaatriðin í aðalatriði. 25% afsláttur af öllum aukahlutum fyrir farsíma. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Í dag er svokallaður ofurdagur á stöðinni. Stöðvarborgari, kjúklingasalat og allar tegundir af panini á 349 krónur og franskar á 99 kall. Já, hérna. Þarna auðvelda ég er að velja kvöldmatinn. Stöðin. Netverslun.is og Nýherji. 433.is Glæný fótboltasíða opnar á föstudaginn. 433, alltaf í sókn. Kauplaup hefst á morgun í Smáralind. Kynntu þér glæsileg tilboð í kauplaupsbæklingnum á smáralind.is. Sjáumst, Smáralind. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir.